og verið hjartanlega velkomin hingað í kvöld. Hugur okkar fara út í vondaveðrið. Við erum hér inn í hlýjuna, já, það er gott að við höfum hlýjuna. Það er þriðja kvöldið okkar hér í kvöld og efnið er hver Jesús Kristur sé. Björgvin Snorrason er doktor í guðfræði og kirkjusagfræðingur. Hann er presturinn okkar hér í þessari kirkju og bara býð hann velkominn. Komið öll blessuð og sæl, gaman að sjá okkur svona mörg þrátt fyrir veður og ljóta spá. En við ætlum að leyfa okkur að spyrja ritninguna að því hvað hún hefur að segja okkur Jesú Krist. Það er margt hann skrifað og sagt, en það er ekki alltaf það sama og stendur í Biblíunni. Þetta er alveg að koma hjá okkur. Tæknimaðurinn okkar hérna aftast er að sjá til þess að tjaldið komi niður og myndirnar birtist. Held ég. Þetta er ennþá í sambandi. Það er best að segja frá því strax í upphafi að það eru fáeinar glærur sem eru með myndum sem að því miður eru í allt of mikilli upplausn. Ég hugsaði ekki út í það þegar ég var að setja myndirnar inn á að upplausnin væri allt of há og það kemur ekki mynd en það kemur bara texti. En við lifum þetta af. En sem sagt, efni kvöldsins er hvað er það sem Biblían segir Krist. Og við ætlum að byrja hérna á mjög fallegum kapitúla Jóhannes skírara. En spádómur hann er að finna í Jesajabók, 40. kafla. Og Jóhannes, hann er svona það bil 6 mánuðum eldri en Jesús. Og mamma hans og móðir Jesú, þær voru frænkur. Og þessi ungi maður, hann kaus að vera sem minnst inn í borgum landsins og hélt sér að mestu í eyðimörkinni. Því að hann gerði sér sennilega snemma grein fyrir köllun sinni og vildi ekki að borgarlífið með öllu sínum uppátækjum hefðu mikil áhrif á hann og að hann myndi þá kannski bregðast þeirri köllun sem hann hafði fengið. En þessi orð sem að kapitúlinn byrjar á, þau eru gríðarlega falleg. Huggið líf minn, segir Guð yðar. Hughrestið Jerúsalem og boðið henni að áþján hennar sé á enda, að sekt hennar sé goldin, að hún hafi fengið tvöfalt af hendi drottins fyrir allar misgjörðir sínar. Það er þó ekki þannig að skilja að borgin sjálf hafi fengið tvöfaldan skamt. Heldur sá sem að borgaði gjaldið fyrir borgina, hann fékk tvöfaldan skamt miðað við sekt borgarinnar. Og sá sem fékk þennan tvöfaldan skamt var Jesús Kristus. Og þess vegna segir í upphafi, huggið líf minn, því að sá er á leiðinni sem mun greiða sekt borgarinnar og ekki bara borgarinnar heldur alls mannkyns. Og áfram segir í þessum sama kapitúla, heyr kallað greiðið götu drottins í eyðimörkinni og ryðjið Guði vorum veg í óbyggðinni. Svo þekkjum við næsta texta mjög vel, hann er svo oft notaður í kirkjum.
Sérhver dalur skal hækka, sérhvert fjall og háls lækka. Hólarnir skulu verða af jafnsléttu og hamrarnir að dalagröndum. Og það sem að þessi texti er einfaldlega að segja okkur að við komu Jesú Krists þá verður þessi jörð aftur byggileg. Það verður aftur hægt að búa og sjá sér fyrir viðurværi vegna komu Jesú Krists. Og hér er svolítið svona dapur frásögn, eða hvað ég var að segja, okkur mennina. Það dýrð Drottins mun birtast og allt hold mun sjá það. Og ef við athugum orðið dýrð í Gamla testamentinu, þá merkir orðið dýrð fyrirgefningu Guðs. Það er þannig sem þetta orðið notað. Og mesta dýrð Guðs sem hægt er að tala hægt er að flytja, boða, hægt er að setja sig inn í, það er fyrirgefning Guðs. Því að munnur Drottins hefur talað það, heyr, einhver segir, kalla þú, og ég svara, hvað á ég að kalla? Og þá kemur hérna lýsing á örlögum okkar mannanna. Allt hold er gras og allur yndisleikur þess sem blóm vallarins. Grasið visnar, blómin fölna þegar Drottinn andar á þau. Sannlega mennirnir eru gras, grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs svo stendur stöðugt eilíflega. Stíg upp á hátt fjall, þú Síón fagnaðarboði. Hef upp raust þína kröftulega, þú Jerúsalem fagnaðarboði. Hef upp raustina, óttast eigi. Seg borgunum í Júda, já öllum heiminum, sjá Guð yðar kemur. Sjá hinn alvaldi Drottinn kemur, sem hetja og armleggur hans aflar honum yfir á það. Sjá endurgjald hans fylgir honum og fengur hans fer á undan honum. Eins og hirðir mun hann halda hjörsinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Þetta er svo mynd sem að Jóhannes skýrari birti af Jesú Kristi áður en Jesús kom. Og hann hafði gífurleg áhrif og menn voru sannfærðir meira segja Herodes, þetta illmenni, hann var sannfærður það að Jóhannes væri spámaður Guðs. Og að sá boðskapur sem hann flutti komu Drottins, komu frelsarans, komu fyrirgefningarinnar, að þessi boðskapur væri sannur. Og að þegar Jesús væri kominn, þá myndi hann halda lömbunum til haga og hann myndi sjá líka að mæðurnar sinntu sínum lömbum. Og þetta er ágætt málverk finnst mér af Jóhannesi og þeim gríðarlega fjölda sem kom til að hlusta á hann hvar sem hann fór í raun og veru. Og svo er það dag einn að hann sér að Jesús kemur. Hann hefði ekkert átt að þekkja Jesús í raun og veru því að Jesús var ekkert frábrugðinn öðru venjulegu fólki í landinu. En andi Guðs segir við Jóhannes að sá sem nú er á leiðinni er Jesús Kristur, hinn lofaði Messías. Og það sem er svo undarlegt við þessa yfirlýsingu hérna er það að þetta er svar við spurningu sem að Ísak spurði föður sinn þegar að faðir hans Abraham var að því kominn að fórna honum. Þá segir strákurinn sem er tvítugt og hefði getað hlaupið í burtu frá föður sínum: hér er eldiviðurinn, pabbi, hér er altarið, en hvar er fórnardýrið?
Og þá segir Abraham, af því að hann gat í raun og veru ekki hugsað sér að fórna syni sínum, Guð mun sjá okkur fyrir lambinu. Sem reyndist líka rétt því að stuttu seinna þá finnur Abraham hrút fastan í runna og hann fórnar honum. En svarið við spurningu Ísaks kom fyrst það bil 1600 árum síðar. Þegar Jóhannes segir, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes, hann flutti ekki bara þennan stórkostlega náðarbóðskap Jesú Krist. Hann var ómyrkur í máli gagnvart því þjóðfélagsböli sem að Heródes konungur og við getum bætt við farisearnir, sadúkearnir og rómverska valdið beitti þjóðinni. Og hér það að hann að ávita Heródes og þessa konu hérna sem náskyld honum og heitir Herodíasa, en hún hafði skilið við Filippus sem var hálfbróðir annars sem hét Antipas og gifst honum, en það ekki öll sagan, þetta bara yfirborðið. En það sem að Jóhannes í raun og veru gerði, það var að ávita Heródes fyrir blóði drifna slóð sem hafði veitt honum þau völd sem hann bjó yfir. Og þá hrikalegu spillingu sem að ríkti í höllinni og í flestum gjörðum Heródesar. Og fyrir þetta kastaði Heródes Jóhannes í fangelsi og taki nú eftir þessu mannlega við Jóhannes. Hér þessi voldi boðberi fyrir rennari Jesú Krists sem hefur notið mikilla vinsælda meðal þjóðarinnar fyrir boðskapinn sem hann flutti og fyrir fullvissun það að hann væri spámaður Guðs og væri þessna erindreki Guðs. En hérna situr hann í fangelsinu og þá kemur efinn yfir hann. Þessi Jesús sem kominn og segist vera Messías, ætli hann sé Messías, getur það verið? Og hér segir textinn okkur að Jóhannes hafi eins og sagt, ert þú sá sem koma skal, eða eigum við að vænta annars? Og þá það að Jesús svaraði lærisveinum Jóhannesa sem kom með spurninguna til Jesú. Farið og kunngjörið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sýn, haltir ganga, líkþráir hreinsast, daufir heyra, dauðir rís upp og fátækum flutt fagnaðarerindið. Jóhannes vissi að þetta var spádómur Jesú Krist. Ég held í 50. og 1. kafla Jesajabókar, ef ég maður rétt. Og hér Jesús að vitna í spádóm sem var hann. Og hann var jafnsannur eins og spádómurinn í 40. kafla hjá Jesaja Jóhannes skýraða. Og þegar Jóhannes fær þetta svar, þá hann ánægður. Og hann tilbúinn að gefa líf sitt fyrir sannfæringu sína og vegna heiftarreiði Heródesar. Og það sem við ætlum þá að gera að athuga aðeins hvað það sem Jesús gerir og hvað það sem hann segir. Hérna átti að vera mjög falleg mynd eftir danska málarann Carl Bloch, en því miður hún
varð að víkja því að það var of stór upplausn, en við kannski fáum hana seinna. En hér finnst mér við komast í kynni við Jesú á mjög sérstakan hátt. Menn færðu börn til hans, að hann snerti þau. En hvað sagði samtíminn við því? Hans eigin lærisveinar, hvað sagðu þeir við því? Þeir átöldu, þeir skömmuðu, þeir ýttu í burtu þeim sem vildu koma með börni sín til Jesús. Þegar að Jesús sér viðbrögð lærisveinanna, sem eru bara viðbrögð samtíma þjóðfélagsins, þá sárnaði Jesú. Honum sárnaði það og hann mælti við þá: leyfið börnunum að koma til mín, varnið þeim eigi, því að slíkra er Guðs ríki. Og ég hef grun að það verða mörg börn, jafnvel foreldralaus á himnum. En það kemur í ljós þegar að sá dagur rennur upp. Og sjáðu áhuga Jesús fyrir börnunum, eða Jesú fyrir börnunum. Hann tekur þau í faðm sér. Hann leggur hendur yfir þau og blessar þau. Þetta er Jesús. Svona var hann og svona er hann. Hér er önnur mynd, eða mynd réttara sagt eftir hennan danska málara. Og hér sjáum við börnin nálægt Jesú og fólki sem að hópast að honum. En flestar þessar myndir eftir Karl eru altaristöflur í dönskum kirkjum. Og hér mætum við aftur Jesús. Og það er maður sem kemur til hans sem er blindur. Og Jesús hann gjörir leðju og smurði á augu hans og sagði hann að fara til Sílóam og til þess að þvo sér. Hann fer þangað og gerir það sem Jesús sagði og fær sjónin aftur. Jesús er hér að gera þetta með vilja. Maðurinn var mótaður, myndaður af leiri jarðar. Hér tekur Jesús leirinn og leggur hann á augu þess blinda og segir honum að fara til Sílóam. En það er nafn á Jesú Kristi sem að Jakob forföðurinn gaf Jesús þegar hann blessaði Júda. Og Sílóam þýðir sá sem er sendur. Og Jesús er sá sem Faðirinn sendi til þess að gefa blindum sjón og höldum heilsuna aftur og svo framvegis. Ekkert aumt fór fram hjá Jesú. Allir sem þurftu á honum að halda, þeir fengu hjálp. Það skipti engu máli hvaða stéttir tilheyrðu, hvort þeir væru efnaðir eða ekki, það breytti engu fyrir Jesú. Fyrir honum voru allir jafnir. Og hér er hann að skamma yfir stéttina og það er allt í lagi að skamma hana stundum. Því að hún hefur stundum eignast auðsinn á fölskum forsendum, það verður bara að segjast eins og er. Og eitt af því sem að þessir blessaðir prestar sem þjónuðu musterið heimiluðu hérna þessari auðmannastétt var að sá peningur sem hefði átt að fara til að sjá fyrir foreldrum viðkomandi í ellinni, viðkomandi mátti gera það að heit fé handa musterinu.
þá losnaði hinn ríki undan því að sjá fyrir föður og móður í ellinni. Og Jesú ávitaði þennan ríkamann og auðmannsstéttina fyrir lúalega framkomu við nánustu ættingja sína, föður og móður. Og fyrsta boðorðið með loforði heitir, eða heiðra skaltu föður þinn og móður, svo að þú verður langlífur í því landi sem drottinn Guð þinn hefur svarið að gefa þér. Hugsaðu ykkur, þetta voru prestarnir. Þetta voru erindrekar himinsins sem að heimiluðu svona anstíkilega löggjöf. Og ef þú myndir einhvern tímann mega vera að því að lesa spámennina í Gamla testamentinu, þá myndir komast að því að þetta eru í fæstum tilfellum spádómar framtíðina. Þetta eru þjóðfélagsádelur. Þar sem að þjóðin skömmuð fyrir það að sjá ekki fyrir ekkjum og munaðarleysingjum og öldungum þegar að sá tími kemur. Og hér gerir Jesús það sama. Og hann fór ekkert í felur með það. Þessi mynd dálítið falleg og svolítið mikil saga á bakvið hana. Hér ung stúlka sem hefur lent inn á ógæfuspor lífsins og hefur lent í klóm þeirra sem eiga pening og geta keypt sér kynlíf. Og þessir aumingjar sem að komu með stúlkuna og hentu henni fyrir fætur Jesú, þau höfðu keypt þjónust af henni nóttina. Svo koma þeir í skikkjum sínum, jafnvel sumir af prestunum, og segja við Jesús, já, hvað segir þú þessa stúlku? Hún var staðin að því að drífa hór. Pítur nú við, hvernig vissu þeir það? Voru þeir til staðar? Því að sá sem ekki var til staðar gat ekki borið vitni. Það var alveg útilokað. Svo þeir komu upp með sjálfa sem því að segja, Pítur nú við sáum það. Ok. Ef þið sáu það, voru þið þá ekki með í því sem átt sér stað. Og svo okkur sagt að Jesús hafi letrað eitthvað þarna í sandinn og sumir vilja meina að hann hafi letrað syndir þeirra sem kom með stúlkuna. Og þegar þeir lásu sínar eigin syndir, þá hrökkluðust þeir í burtu. Og Jesús segir við stelpuna, ég dæmi þig ekki. Fjögur orð. Mér kemur stundum til huga þessi saga þegar maður heyrir svona orðin, veistu hvað ég heyrði? Hann eða hún, og svo kemur einhver lýsing á líferni. Og þá segir Jesús, sáu það sem saklaus hann kastið á fyrsta steininum. En í þessu tilfelli þá taldi enginn sig það saklausan en hann gat hent fyrsta steininum. Og Jesús sagði við stúlkuna, byrjaðu lífið upp á nýtt. Við vitum ekki hvað hún hét.
því að okkur er ekki greint frá því í Guðspjöllunum, nafni á þessari stúlku. En við vitum hvað þessi kona hét. Hún hét María og var frá Magdölum við norðvestur enda Galileuvatns. Þar var herstöð og sennilega hafa hermennirnir leyft sér að misnota hana því að hún lenti í sömu vandræðum og stúlkan sem við vorum að tala rétt áðan. Og hún er hér mætt í veislu hjá Símoni nokkrum og sá hafði keypt þjónustu hennar. En hann segir eins og með sjálfum sér, Jesús, ef þú vissir hvers konar kona þetta er sem er að þvo þér fætur og smyrja þær, þá myndir þú reka hann á dyr. Og þá er það Jesús segir við Símon, varst þú ekki lík frá Símon? Læknaði ég þig ekki? Hefur þú nokkuð tíma þakkað mér fyrir það í raun og veru? Og svo ert þú að afmast við þessari konu. Og ég skal segja það nokkuð, Símon, að hinar mörgu syndir hennar eru fyrirgefnar. Svo bætir hann við þessari ótrúlegu setningu. Sá sem elskar lítið hefur verið lítið fyrirgefið. En sá sem hefur hlotnað mikla fyrirgefningu, sá eða sú elska mikið. Og smyrslin sem María kom með, þau kostuðu jafn mikið og árslaun, hvorki meira né minna. Þessa sögu segir Jesús að hún mun fara eins og eldur í sinu kringum allan hnöttinn til huggunar hinum mörgu sem þurfa á hjálp að halda. Vinir, þetta er Jesús. Og það er enginn sem að í raun og veru er honum líkur. Af ásettur ráði þá birtist Jesú eftir upprisu hans Maríu fyrst. Hún er fyrsta mannveran sem að sér Jesús upprisin. Mér finnst þessir atburðir segja allt sem segja þarf Jesú Krist. Það er enginn honum líkur. Þá ætlum við að líta á smá hugtak sem að birtist aðalega í Jóhannesar guðspjalli. En Jóhannes er sá sem skrifa sitt guðspjall nokkuð seint miðað við hin guðspjallin og hann er með aðrar áherslur en hin guðspjallin sem gefur til kynna að söfnuðurinn, hinn kristni, var farin að gleyma því
að Jesús var sonur Guðs, að hann var Guð áður en hann gerðist maður og mun alltaf verða maður og Guð alla eilífð hér eftir. Og þetta hugtak hérna, eða ef við getum kallað það, ég er eða ég er sennilega stærsta nafnið sem Guð velur sér í Gamla testamentinu. Það er til mörg önnur nöfn eins og Elohim, sem þýðir í raun og veru hinn þríeini Guð, eða El Shaddai, Guð sem er þín fullnæging, og fleiri svona hugtök. En hér er Jesús að tala við fólk, og farisear og saddukerar eru mættir eins og alltaf til þess að njósna og reyna að hnekkja á honum. Og þá kemur Jesús með þessa ótrúlegu yfirlýsingu sem að gerði það verkum að farisearnir og saddukearnir og Heródesar sinnar sem þar voru til staðar vildu helst bara drepa hann á staðnum undir eins. En hann segir við þá, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham varð til, ég er. Og þeir vissu að hann var að nota titil Gamla testamentisins, æðsta titil Guðdómsins í Gamla testamentinu, Jave. Því að orðið Jave þýðir ég er. Það er að segja, ég hef alltaf verið til, ég er til og ég mun alltaf vera til. Ég hef frá eilífð til eilíðar og ég mun aldrei undir lok líða. Og þetta er eitthvað sem við getum ekki sagt um okkur, því að Abraham varð til, hann átti sér byrjun og hann átti sér endi. En Jesús Kristus á sér enga byrjun og engan endi. Hann er fyrri en allt var til og hann mun vera til þótt allt annað myndi líða undir lok. Þannig að þetta er gríðarlega voldugur titill. En nú skulum við sjá hvernig Jesús notar þennan titill í Jóhannesarguðspjalli. Móse kynnist þessum titli fyrstur allra manna. Hann er að gæta sauða í hálfgerðu eyðimerkur umhverfi og hann sér runna sem stendur í ljósum loga en brennur ekki. Og þetta vekur furðu hans. Og þá heyrir hann að rödd mælir úr runnanum, drag skó þín á fótum þér, því að það er heilög jörð sem stendur á, af því að nærvera Guðs var þarna. Og nú er það að Guð er að kalla Móse til þess að fara til Egyptalands og leiða fólkið út úr Egyptalandi og heim. Og þá segir Móses, hvað ég segja þú heitir? Hvert er nafn þitt? Og þá segir sá sem er að tala við hann, ég er sá sem ég er. Svo skaltu segja við Ísraels menn, ég er Jave, sendi þig. Guð eilífðarinnar er mættur til þess að fara með þig út úr þrælahúsinu. Og Móse tekur þetta verkefni að sér. Þannig að þegar Jesús á tímum farisea og saddukea notar þennan titil sig sjálfan, þá verða prestarnir í musturinu æfir og vilja helst taka hann að lífi undir eins. En sjáum nú hvernig Jesús notar þennan titil sjálfur meðan hann er hér á jörðu. Ég er góði hirðirinn. Ég er Jave, góði hirðirinn,
sem leggur lífsitt í sölurnar fyrir sauðina. Og ef það vantar 1 af 100 hjörð, þá fer ég og leita þangað til ég finna hann og fer með hann í réttina. Jesús er ekki að miklast af þessum titli, Jave. Hann er ekki að fara fram á tilbeiðslu, lotningu, þvert á móti. Hann segir, ég er hirðirinn góði. Já, Drottinn er minn hirðir, Jave er minn hirðir. Þess vegna mun mig ekkert bresta. Eins og þú þekkir svo vel, á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Og leiði mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Eins og sagði í spádómnum Jóhannes, að þá flutti Jóhannes þennan boðskap að Jesús er hirðirinn sem mun halda hjörð til haga, taka unglömb í faðm sér og bera þau í fangi sínu og leiða mæðurnar, þannig að allir hafi það sem best. Og hérna segir Jesús svolítið skemmtilega sjálfan sig, sannlega, sannlega segi ég yður, ég er, Jave er dyrnar inn í sauðabyrgið. Ég er dyrnar sem þú þarft að ganga til þess að komast inn í eilífðina. Og hverjar eru þessar dyr? Jú, það eru dyr fyrirgefningarinnar, náðarinnar, miskunnseminnar, umburðarlyndisins, hjálpseminnar. Þessar dyr er Jesús. Og það kostar ekkert að ganga inn þessar dyr. Það eru ókeypis. Ég er hinn sanni vínviður. Hér er hann aftur að nota titilinn Jave, hinn sanni vínviður. Það er engin annar vínviður til. Og ef þið viljið vera greinarnar á þessum vínviði, þá kostar það ekki neitt. Ég skal græða ykkur á vínviðin, þannig að þið geti borið samskonar kærleiks ávöxt og ég hef borið í fari mínu við þá sem ég hitti á förnum vegi. Aftur er hér titillinn notaður á mjög myndrænan hátt. Jesús er þarna við Jakobs brunn og samversk kona kemur til þess að sækja sér vatn og hún veit að Jesús er gyðingur. Jesús ávarpar hana og hún verður undrandi þegar hann heyrir hana ávarpa sig. Getur það verið að gyðingur sé að ávarpa mig? Því að venjan var svo ef að gyðingur hitti samverja, að þá sneri gyðingurinn sér við þegar að samverjinn var svona genginn framhjá og hrækt á eftir honum. Ef að nokkur var fyrirlitinn af gyðingum, þá var það samverjinn. Og ég held að Jesús hafi þessna haft mjög gaman af því að segja söguna miskunnsama samverjan sem hjálpaði þeim sem hafði, eða honum sem hafði lent í öndum ræningja. Og prestarnir gengu framhjá og lét hann bara eiga sig og bíða dauðans, á meðan að samverjinn, hinn fyrirlitni, steig niður af asna sínum og sá til þess að hann fengi húsaskjól og aðhlynningu og ef það vantar pening þegar ég er á bakaleiðinni þá borga ég mismuninn og gef honum líka pening fyrir þörfum hans. Þetta er Jesús. Jesús er miskunnsami samverjinn og hann segir hérna við konuna, gefðu mér að drekka. Og hún segir, býtu nú við, ertu ekki gyðingur? Ætlar þú að þiggja þjónustu af hendi samverja? Hvað er að þér?
og Jesus, hann gefur sér ekkert. En svo segir hann við hana þegar að framlíða stundir: ég er Messías. Ég get hjálpað þér til þess að losna við fortíðina. Ég get fyrirgefið þér alla þína misgjörðir og ég get hjálpað þér til þess að byrja lífið upp á nýtt. Og hún þáði það. Og hér er það Jesús notar aftur titilinn Jahve. Ég er hann, ég er Messías, ég er Jahve, sá sem er að tala við þig. Og Jahve getur einn hjálpað þér. Og Jesús segir sjálfan sig: ég er brauð lífsins. Og við vitum það að án brauðs endast lífið skamma stund, því að okkur hefur verið sagt að ég held að 80% af því sem við mennirnir borðum séu korn. Ég hef náttúrulega ekkert nema tilvitnun í bók fyrir mér þegar ég segi þetta. En hér tengir Jesús sig við það nauðsynlegasta sem við þurfum til þess að halda við lífinu. Segir: Jahve er brauð lífsins. Ég er kornið á ökrunum sem að verður að brauði og gerir það verkum að þú sért ekki hungraður. Og Jesús segir líka: ég er ljós heimsins. Og aftur er hann að nota ég er, titilinn Jahve. Jahve er ljósið. Jahve er lífið. Jahve er eilíðin. Jahve líður aldrei undir lok. Og hér langar mig til þess að vitna í texta úr Gamla testamentinu. Hér segir Jesús fyrir munn spámannsins, Malakía, að réttlætis sólin mun upprenna með græðslu undir vængjum sínum. Og þetta orð réttlæti er notað á tvennan hátt í Biblíunni. Annars vegar það að sekur sem hlýtur fyrirgefningu verður saklaus og réttlátur. Og þessi réttlætis sól er þess vegna fyrirgefningin sem gerir sekan saklausan, þannig að hann er réttlátur í augum Guðs. Gríðarlega fallegt hugtak. Og þessi sól, hún rennur upp yfir okkur öll. Og það eina sem getur útilokað fyrirgefningu sólarinnar er það að ég dragi fyrir gluggann minn og segi við Guð: ég þarf ekki á þess að halda. En sólin fer ekki í manngreina álit, eins og Hannes Hafstein segir svo fallega: blessuð sólin elskar allt. Allt með kossi vekur. Hæginn grænn og hjarni kalt. Þetta er Jesús. Og hann verður aldrei öðruvísi. Hann verður alltaf þannig. Hérna sérðu aðra mynd af Jesú. Venjan var að þegar að menn leigðu svona loftsal til þess að halda veislu, þá fylgdu þjónar með til þess að þrífa fætur þeirra sem inn gengu, því að allir gengu í opnum söndulum eða jafnvel berfættir og fætur voru ríkugir. En Jesús ákvað að panta ekki þjón við dyrnar til þess að þvo fætur hans eða lærisveinanna, og svo bíður hann drykklanga stund til þess að gá hvort að einhverja lærisveinum mundi nú geta hugsað sér að gera þetta. Nei, ekki aldeilis. Þeir voru að rífast það hver þeirra væri mestur. Og látt þeir dreymum að þeim hafi þá dottið í hug
að fara að þvo fætur einhvers annars. Nei, þá er það Jesús sem stendur upp, þjónana. Sá sem kom ekki til þess að láta þjóna sér, heldur til þess að þjóna. Hann stendur upp og þvær fætur lærisveinanna. Og ég held að þeir hafi aldrei gleymt þessari athöfn, aldrei. Þarna lærðu þeir athöfn auðmýktar, lítillætis og fyrirgefningar. Og þegar Jesús hafði verið skírður af Jóhannesi, þá kom rödd af himni sem sagði að hann væri sonur Guðs. Og Kristur, þegar hann var spurður, hann vék aldrei undan því að svara. Ef hann var spurður hvort hann væri sonur Guðs, þá sagði hann alltaf, já, ég er sonur Guðs. Og Kristur var mikill spekingur. Hann segir hérna: sælir eru þeir sem eru óánægðir með sjálfan sig. Já, jafnvel ef að einhver er sorgbitinn yfir sjálfum sér, því að hann mun huggaður verða og hann mun jafnvel himnaríki erfa. Og hann heldur áfram og segir: sælir eru hógværir. Það er að segja, sælir eru þeir sem að hafa hugafar barnsins og geta tekið við aga og uppeldi og móðgast ekki yfir því að einhver leiðrétti eða bendi á að eitthvað gæti farið betur. Því að slíkir munu jörðina erfa, sem geta hugsað sér að í auðmýkt að taka við leiðréttingu. Og sælir eru þeir sem að þyrstir og eru hungraðir í réttlæti. Og ég nefndi áðan að Biblían talar tvenns konar réttlæti. Annars vegar er réttlætið sem verður til fyrir fyrirgefninguna, þegar að óréttlátur verður réttlátur af því að það er búið að hreinsa hann af allri skuld og allri sekt. Og svo hitt réttlætið sem birtist í boðorðunum 10 sem segir: steldu ekki, ljúgðu ekki, dreptu ekki. Þeir sem að þrá þessar tegundir af réttlæti, þeir munu saddir verða, og meir en það, þeir munu verða miskunnsamir, segir Jesús. Já, þeir munu verða friðflytjendur. Þeir munu koma því til leiðar að rifrildi hættir og sættir nást og friður ríkir á heimili, á vinnustæði, í skóla eða hvað sem er. Ég held að enginn sem á þessari jörðu hefur gengið hafi verið vitrari en Jesús. Og enn segir Jesús við lærisveina sína, og nú rétt áður en hann deyr: ég sá sem ég er. Hér notar hann nákvæmlega titilinn sem hann notaði þegar hann hitti Móse í eyðimörkinni, og það er eitt af því síðasta sem hann segir við lærisveina sína: strákar, þið gleymið því ekki að ég er sonur Guðs, að ég var Guð, ég er Guð og maður, og ég mun alltaf verða Guð og maður, og ég er komin til þess að deyja fyrir sekt ykkar, til þess að ég geti fyrirgefið ykkur. Þetta mundu þeir og þetta fluttu þeir eftir þetta. Pílatus segir við Jesús: ertu konungur gyðinga? Og hann svaraði: þú segir það. Á hebresku þýðir það já. Og Pílatus samkvæmt Jóhannesi segir: þú ert þá konungur. Jesús svaraði: já, rétt segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fæddur, til þess er ég komin í heiminn, að ég beri sannleikanum vitni. Hver sá sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Orðið sannleikur í Biblíunni, sérstaklega í Nýja testamentinu, er notað boðorðin 10. Og Jesús segir: ég er sannleikurinn.
Ég lýg ekki, ég stel ekki, ég drep ekki og ég drýgi ekki hór. Orð mín eru já, já og nei, nei. Ég er sá sami í gær og í dag og á morgun. Ég er óumbreytanlegur. Ég er eilífur. Og Jesús segir við Tómas, ég er vegurinn, og ef þú les Póstlagasöguna þá merkir það fagnaðarerindið. Ég er fyrirgefningin, segir Jesús. Jahve er fyrirgefning, hann er sannleikurinn, hann er boðurinn 10 og hann einn er lífið. Hann einn getur reist okkur upp til eilífs. Af því að hann gaf líf sitt sem lausnargjald fyrir marga. Og enn erum við með orðið Jahve á vörunum. Jesús segir, ég er upprisan og ég er lífið. Jahve er upprisan, Jahve er lífið. Þeir sem trú á mig munu lifa þótt þeir degi. Þá ætlum við að renna yfir orðið logos. Og það er orð sem að Jóhannes notar í Guðspjallinu þegar hann segir í upphafi var orðið og orðið var Guð og orðið var hjá Guði. Þetta er eitt af stóru hugtökum fornaldar og hann hikar ekki við að nota þetta Jóhannes, en hann gefur því allt aðra merkingu heldur en hinn heiðna heimspeki notaði til að skilgreina þetta hugtak með. Já, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Í upphafi var orðið, þar að segja, áður en upphaf verður til. Og það á við allt sem skapað er. Þá var Jesús. Áður en fyrsta upphaf af því sem skapað var, þá var Jesús þegar til. Og þetta er hugtak sem við ráðum ekki við. Við vitum ekki hvað er að vera eilífur. Af því að við erum dauðleg og lifum í 70, 80, 90 ár. Og þökkum fyrir að fá það mörg ár. Í Biblíunni þá er á allt skapað upphaf en Jesú á sér ekkert upphaf. Orðið var hjá Guði sem jafningi Guðs. Og orðið Mikael sem þú þekkir, það EL þarna í endanum, þýðir Guð. Og fyrirhlutin þýðir jafningi Guðs. Þannig að orðið Mikael merkir jafningi Guðs. Og bara staldra við eina setningu hérna. Fyrstu setninguna, hann var í Guðs mynd og Jesús leit það ekki á það sem þjófnað að vera Guði jafn. Með því var hann ekki að stela neinu fyrir sig þegar hann sagðist vera jafningi Guðs. Og Páll endar versi með því að segja Jesús Kristur er drottinn. Kyrios er gríska orðið fyrir Jahve. Jesús Kristur er Jahve. Og Guð segir hérna, Faðirinn, soninn, en soninn segir Guð Faðir, hásæti þitt, ó Guð. Faðirinn, Guð Faðir, ávarpar soninn í ávarpsfalli sem ó Guð. Hvorki meira né minna. Og í lok versins þá segir þú drottinn hefur í upphafi grundvalla jörðina og himnarnir eru verk þinna handa. Þetta er það sem Faðirinn segir Jesús. Og hér er bara endurtekning á þessu sama að áður en að upphaf verður til er Jesús þegar til. Og hér er setning sem mikið er rökrædd á þessum slóðum
Við skulum bara líta stuttlega á þetta er málfræði. Orðið var Guð, af því að orðið sem er frumlag, hefur greinin, þá er Guð svo kallar umsagnarliður og lýsir því hvað orðið er, nefnilega að orðið sé Guð. Ég fyrirgeði að vera svona leiðilegur að fara með inn í kennslustofu í íslenskri málfræði. En hér kemur eitthvað sem að bara rústar allri heiðinni heimspeki. Orðið varð hold. Orðið varð hold. Orðið varð maður. Og hann bjó með oss fullu náðar og sannleika. Í grískri heimspeki þá er efnið, holdið, þar sem að illskan býr. Andinn er hreinn. Andi mannsins er hreinn, segir heimspekin. En líkami minn, hann er óhreinn. Þar býr illskan. Þannig að þegar ég ger eitthvað ljótt, þá er það ekki andi minn sem gerir það, heldur líkami minn sem gerir það. Og þess vegna er það í raun og veru ekki ég í mínu innsta eðli sem er að gera eitthvað ljótt, heldur er það hallari skrokkurum sem ég ræði ekki við. Ekki flott afsökun? Þetta er alveg hreint, æðislega flott. Ef við mennirnir kunnum ekki að finna afsökun fyrir öllum mögulegu, þá var það enginn sem getur það. En orðið sem sagt varð hold og hann fæddist í gripahúsi, hugsaðu ykkur. Guð himinsins fæddist í gripahúsi. Og Jesús naut þess að kalla sig mannssoninn. Hann skammaði sín alls ekki fyrir það, þótt hann væri Guð í æðstu merkingu orðsins, að hann væri líka sonur mannsins. Og eftir upprisuna þá segir hann við lærisveina sína, þetta er ég. Og hann segir, lítið á fætur mínar og hendur, þreifið á mér. Ekki hefur andi afturgangan eða svokallaðir framliðnir andar. Þeir hafa ekkert hold. En Jesús segir, ég hef hold. Og svo kórónar Jesús þetta með því að segja við strákana, er þið með eitthvað til þess að borða? Þeir höfðu fisk. Hann tók við fisknum og borðaði hann. Til þess að segja við þá, andinn getur þetta ekki. Ég er engin andi og í raun og veru er engin andi til í heiðinni merkingu þess orðs. En frumkvöðlar þessara heimspeki að andinn sé hreinn og efni sé illska og óhreinleiki, það var Pýþagóras og Sókrates og Herakleitus sem var frá sömu borg og Jóhannes bjó í, Efesus, að hann er sá sem að svona fyrstur fer að velta fyrir sér hugtakinu logos. Og þá í merkingunni að logos er skynsemin, logos er hugurinn eða hugmyndin eða alheimssálin, óáþreifanleg, abstrakt og ópersónleg og hefur engan áhuga fyrir jarðlífi mannsins. Og þá sjáum við hvað Jóhannes er að gera þegar hann tekur þetta orð og segir þetta orð varð hold. Og Platón og Aristóteles og fleiri, þeir litu á líkamann sem fangelsi andans. Og þess vegna var það að gera
fyrirgefið orðbragðið, að drepast sem fyrst, því að þá losnar andinn úr fangelsi efnisins og hverfur aftur til alheims sálarinnar. Ég er með bók hérna með mér sem heitir Guðspjall Júdasar, og það eru gnostikarar sem að semja þetta, sem eru mjög háðir heimspeki Grikkja, hluta til Rómverja og fleiri. Hér er Júdas gerður að frelsara Jesú Krists. Hvernig? Jú, Júdas framselur Jesús þannig að hann geti dáið og losnað úr fangelsi líkamans, þannig að andi Jesús getur horfið aftur til alheims andans, alheims sálarinnar. Þannig að auðbarasta að tala illa Júdas, hann frelsaði Jesús. Já, Pétur postuli, hann kallaði þetta fyrir spaklega uppspunnar skrögsögur. Velmælt. Og það sem er svo furðulegt við þetta guðspjall er að það talar ekkert krossfestinguna og þeim mun síður upprisuna. Því að gnostikararnir, þeir hötuðu upprisuna og héldu sig við svokallað endurhólkun. En það sem hér stendur er það sem ég er þegar búin að koma örlítið inn á. Gnostikararnir, þeir eru svo kallaðir vegna orðsins gnósis sem merkir þekking eða neisti, og þeir voru alltaf að reyna að finna þessa fullkomnu þekkingu. Manst þetta Búdda sem sat undir trénu þangað til að ljómunin kom. Þetta er allt sama tóbakið. Og þetta er einhvers konar guðdómlegur neisti, guðdómleg þekking sem er í raun og veru ekkert annað heldur en einhvers konar upplifun í dásvefni, þar sem að þú hættir að hugsa og hættir að finna til og ert í nokkurs konar eiturlyfja vímu, ég má orða það þannig, voðalega er ég ljótur í kvöld. Ég þarf sennilega að þvo mér munn á eftir. En þetta er nú heimspekin. Ég veit ekki hvort ég megi miljana niður í svona aðgengileg orð, en þetta er það sem þessi menn voru að boða. Og þess vegna þarf ég að losna úr þessu fangelsi efnisins til þess að komast heim aftur. Og þeir þora nú ekki að ég ætla ekki að segja það sem ég ætlaði að segja. En hérna er sem sagt Júdasar guðspjallið, og sjáu hvernig þetta endurspeglar grísku heimspekina. Andinn er háleitur og göfugur. Það er að segja hugurinn og tilfinningarnar og transinn og dásvefnin og allt það. Líkaminn er fyrirlitlegur. Hann er fangelsi. Og þeir náttúrulega, eins og ég sagði áðan, trúa ekki á upprisuna, en á endurhólkun og stunduðu stjörnuspeki og talnaspeki og sálnaflakk. Og lifandi vísindi benda okkur á að mörg þessara fyrirbæða sem að gnostikararnir trúðu á og stunduðu er að finna í nýaldarspekinni í dag. Þannig að það er ekkert nýtt undir sólinni. En Kristur, hann er ímynd, hann er fullkomin mynd hins ósýnilega Guðs. Og Guð segir við okkur, við ætlum að lesa bara nokkur vers hérna að lokum: hefjið upp augu yðar til hæða og litist Hver hefur skapað stjörnurnar? Og þetta er ekki eins og stjörnur sem þið sjáið. Þetta eru stjörnuþokur með milljónir ofan á milljónir af stjörnum. Hann leiðir út her þeirra með tölu, kallar þær allar með nafni. Hvernig er þetta hægt? Ég veit það bara þegar Brandur frændi
var að smala kindunum eftir að snjór hafði fallið á jörð. Þá þekkti hann hvert einasta andlit og hafði gefið þeim öllum nöfn. Og ef það vantaði eina rollu þá var hundurinn hvíti sendur og hann kom aldrei tómhentur tilbaka. Og ég gat aldrei skilið hvernig Brandur frændi sá mun á þessum sauðahausum. Mér finnst þeir allir eins. En sökum mikilvægs kraftar hans og af því að hann voldugur að afli verður einskis þeirra vant. Hér sjáum við jörðin okkar þar sem hún snýst og mér fannst þessi mynd aldrei skemmtileg. Ég fann hann í einhverju dönsku vísindariti og hugsaði mér að nota hana. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað híminin með spönn sinni, innilegt duft jarðarinn í mælikeri og vegið fjöllin á reislu og hálsana á metaskálum. Og Guð hann segir við okkur eins og í Rómarbréfinu, kíktu á sköpunina. Hvernig má það vera ef bíll verður ekki til á sjálfum sér? Að sköpunin hafi orðið til á sjálfum sér. Hver hefur mælt vötnin í lófa sínum? Hann þenur út norðrið yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta skrifaði Móse í eyðimörkinni þegar hann skrifaði Jóbsbókina. Já, það hann sem situr hátt yfir jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisprettur. Og þessar litlu engisprettur, þær eru að skreppa til Mars til þess að geta það tekið ákvörðun hvernig alheimurinn var til. Ég segi bara hjálp á hamingjan. Hvernig að gefa fátækum að éta í staðinn fyrir að vera að senda þetta drasl út í loftið. Hér voðalega skemmtileg setning. Það hann sem þenur út himinin. Hér sérðu ljósmynd af himninum, tekna úr gervitungli. Himinin ekki, hann svona eins og slæða í kringu jörðina. Hann þenur út himinin eins og þunna voð og slær honum sundur eins og tjald til þess að búa í. Já, mér datt í huga að hafa þetta vers með hérna í kvöld. Þetta svolítið alvöru þungi vers. Því að Jesús segir, ég kem aftur. En því miður þá segir í Biblíunni að dagur drottins hann munu koma flestum á óvart. Og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok og efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Vitið það, vinir, að ég sannfærður það að þetta ekki eitthvað sem Guð muni gera. Við munum sjá þetta sjálf. Við eigum nóg af kjarnorku og vetnissprengjum til þess að sprengja hnöttin okkar tugum sinnum í loft upp. Og eitt af því sem að ég man eftir því þegar ég las það fyrir, mér líka að segja 100 árum síðan, sem hann sagði hann hérna Einstein. Þeir voru það bil að gera tilraunir með fyrstu kjarnorkusprengjum. Það sem hann var hræddastu við var að sprengjan myndi kveikja í gufukolinu. Og hér stendur að efni gufukolsins munu leysast upp í brennandi hita. En við ætlum að halda okkur við síðustu setninguna. En eftir fyrirheiti hans væntum við nýs himins og nýrra jarðar þar sem að réttlæti býr. Og ég ætla að enda á þessum orðum. Ég veit að ég hef vitnað einum kannski of oft finnst sumum í fyrrverandi biskup Sigurbjörn Einarsson. En þegar hann var spurður að því hvaða væri sem hann hlakkaði mest til þegar hann væri allur, þá hlakkaði hann mest til upprisunar og nýs himins og nýrra jarðar. Þakka ykkur fyrir komuna
Og næst ætlum við að fara yfir fagnaðarerindi Jesú Krists, eins og það er kallað, og nota myndmál Gamla testamentisins til þess að einfalda fagnaðarerindið. Og Páll í Hebreabréfinu, 9. kafla 1. versi, hann kallar fagnaðarerindið fyrir réttlætis þjónustu Guðs. Það er að segja þjónustu sem Guð innir af hendi til þess að ég og þú og allir verði réttlátir í augum Guðs. Og það heitir með einu orði fyrirgefning. Takk fyrir samveruna og velkomin aftur.